Það voru náttúrulega forréttindi að fá að byrja starfsferilinn minn hjá Nýsköpunarsjóð með Finnboga Jónssyni. Hann var framkvæmdastjóri hjá sjóðnum þegar ég var ráðandi sjóðsins og hann var alveg einstaklega þolinmóður maður að mínu viti, hafði mikinn áhuga á nýsköpun, mikinn áhuga á tækni. Ég tók við fyrst eftir hrun, þannig að það var bæði ofboðslega erfitt en líka mjög gott og gjöfult. Það sem var gott og skemmtilegt var það að grasrótin var að eflast og nýsköpunarmiðstöð var að opna vinnurými fyrir frumkvöðla, þannig að þetta eldi allt grasrótina. Ég held að áhersla sjóðsins var bara að reyna að fjármagna mjög svelt nýsköpunarumhverfi á Íslandi. Það var mjög lítið fjármagn í nýsköpun. Þannig ég held að við höfum líka verið að reyna að virkja aðra, bæði erlenda fjárfesta og lífeyrissjóði inn í þetta nýsköpunarumhverfi. Lífeyrissjóðir fjárfestu á móti nýsköpunarsjóð í frumtaki. Það verkefni gekk mjög vel. Fyrsta fjárfestingi mín sem svona vísi fjárfestir var í Kerecis. Nýsköpunarsjóður var fyrsti fjárfestin sem kom að félaginu og þá, ég er nú ekkert að skrökva reyna, ég held að fyrirtæki hafi verið metið á 150 milljónir króna þá og það hefur verið mjög spennandi að sjá hvað vegferð Kerecis hefur farið á síðan. Nýsköpunarsjóður seldi sig út úr Kerecis frá 2014 eða 2015 með góðum hagnaði. Það sem við vorum líka að vinna til að hafa áhrif á ytra umhverfið var að fá fleiri fjárfesta inn í þetta nýsköpunarlandslag. Þannig að við fórum að tala erlenda fjárfesta og fórum að tala við erlenda fjárfesta. Líka eitt af því sem gerðist þegar ég byrjaði hjá Nýsköpunarsjóð, ég held að það var þá voru fyrstu konurnar að stíga sig í fyrstu skeiði fjárfestingum og við fórum allt í einu að horfa til þess hvern frumkvöðla, hvort það væri hægt að stíga baki við konum og eins og ég segi, árið 2009 þegar ég hef sótt upp starf hjá Nýsköpunarsjóði þá var mér sagt að þetta eru bara miðaldra karlar. Ef við horfum á nýsköpunarumhverfi í dag þá er helmingun og öllum þeim sem taka fjárfestingarákvarðanir konur. En við erum núna meðvituð það að allir eiga að fá tækifæri til að stofna fyrirtæki með góða hugmynd. Þannig að það hefur orðið gífurleg þjóðfélagsbreyting sem var að byrja þarna í kringum árin 2009-2010.